eins og oft hrein unun að fylgjast með fréttatímum sjónvarpsins og Stöðvar 2 í vikunni. Þar svona ákveðnar línur lagðar öllu jafna og við myndum rættum að þetta síðasta þætti hvernig allt umtal til dæmis kosningu íhaldsafla í Evrópu, Frakklandi og svona vakti mikinn óhug fréttamanna og þeirra sem að voru viðmælendur þeirra sjálfskipaðir sérfræðingar sem að tjáðu sig málefni Frakklands og að lýðræðinu stæði hrein og klár ógn af hægri sinnuðum íhaldsöflum sem að væru að ná miklu fylgi og það svona kómískt að sjá svona hvernig stundum fréttamenn get ekki leynt svona sinni hugmyndastefnu og fræði og það nú einn góðkunningi minn yndislegur maður, hann Heimir Már Pétursson sem var að ræða NATO-fundin í setti Stöðvar 2 í vikunni og það var einmitt líka mjög afhjúpandi og þetta svona komisk frétt í marga staði, við skulum bara leyfa hennar rúlla og ræðum síðan aðeins efni hennar. Á sama tíma á alþjóðasamfélagið fordæmi Rússa komu leiðtogar NATO-ríkjanna saman á fundi í Washington. Fundurinn markar 75 ár frá stofnun bandalagsins, auk þess sem hann verður sá síðasti í tíð Jens Stoltenberg framkvæmdastjóra. Fundurinn hefst í kvöld og þjóðarleiðtogar hafa streymt til Washington í dag, þar á meðal forsætisráðherrar Finnlands og Svíþjóðar sem mættu saman til fundarins en bæði ríkin eru nýgengin í NATO. Taktu mér bara út. Nú Heimir Már hingað kominn, Heimir, allra augu verða eflaust á Biden? Já, tókst þetta norræna sparnaðinu fyrir að koma saman í þóttu, Finnar og Svíar. Mjög gott. Já, það verður auðvitað fylgst með Biden eftir einvíð sem hann átti við Trump og stóð sig ekki vel, sagðist það bæði verið með flugþreytu og kvef, en það náttúrulega ekki nógu góð ásökun fyrir forsetaframbjóðanda. En nú kemur hann á þetta stóra alþjóðlega svið á þessum hátíðafundi NATO, sem líka með alvarlegu fundur, 75 ára afmælinu, þar sem hann þarf að standa sig í 3 daga með öðrum leiðtogum heimsins og þar verður metið hvort að forsetinn getur bæði staðið í lappirnar og talað á þess að hika og svo framvegis. En sko, Biden hefur alveg frá því að hann barn átt ákveðna erfiðleika með að tala. Hann svona hefur stamað þegar hann var krakki og hann þarf aðeins að vanda sig þegar hann talar og ef hann þreyttur þá kemur það meira fram. En fundurinn hins vegar mikilvægur og verður prófsteinn á það hvort að Bandaríkjamenn geti staðið við það sem á að tala um þarna og samþykkja langtíma stuðning við Úkraínumenn, áætlun til margra ára. Og Þórdís Kolbrún sagði nú í viðtali við mig að miðað við pólitíska ástandi þá kannski eins gott að NATO samþykkti þessa áætlun vegna þess að menn vissi ekki hvað tæki við ef að hann vinnur ekki. Nei, en það nú líka bara líklegast að Trump muni vinna, eða ekki? Já, það segja kannanir margar og flestar að hann muni vinna, en kannanir hafa nú klikkað í Bandaríkjunum en það svo margt sögulegt við það svo margt sögulegt bara við þessar kosningar. Trump 78 ára, Biden verður 81 árs í nóvember, hann væri þá 81 árs ef hann held áfram þegar hann tekur við. Hann var elsti forsetaframbjóðandi til að ná forsetakjöri þegar hann var kosinn fyrst, þá var hann 78 ára. Þannig að hann verður 85 ára þegar næsta kjörtímabil búið. Trump svo sem ekkert unglamp heldur og náttúrulega kolvitlaus, þannig að það sjá það allir að eitt gamlan og vitlausan og eitt gamlan sem veit þó allavega hvað hann að gera. Segðu okkur í alveg það sem þið finnst. Já, þetta náttúrulega bara samdóma álit heimsins að Trump hálfviti, skilur. Það náttúrulega valið sem að kjósendur standa frammi fyrir í Bandaríkjunum. Og í raun alveg ótrúlegt að þessu 400 milljónum manna landi að þessi ekki frambærilegri kostir heldur en þessi tveir. Það nefnilega undarlega í málinu. Og það sem verið að reyna að gera núna, margir í demokrataflokknum, að reyna að finna einhvern yngri sem að getur sjarmerað demokrata og þjóðina upp á skónum. Það nefnilega að vera svolítið seint. Sko, landsfundur demokrata í ágúst, 19. ágúst og síðan eru kosningarna 15. nóvember. Það stutt í þetta með bandarska vísu þar sem að kosningabarátta stendur í 2 ár fyrir forseta. En ef þú hefur einhvern veginn hort á Vesturálmuna, þá það nefnilega þannig með demokrataflokkin að það landsþingið sem ákveður forsetaframbjóðendur og það getur, samkvæmt kenningunni, einhverju boðið sig fram á þinginu og náð meirihluta á þinginu og þar með orðið frambjóðandi. En hann hefur þetta bara ágúst, september, október, nóvember, hann hefur rétt rúma 2 mánuði til þess að sjarmera þjóðina og ná kjöri. Heimir Már, takk hérlega fyrir þetta. Það svo sem margt hægt að segja þessa áhugaverðu klippu hérna, en við byrjum bara, við förum yfir þetta í línulegri tímalínu, að þá byrjar hann alltaf svona krútlegt
hvað er fréttamaðurinn, hann svona þetta mjög Ein stærsta glaðhlakkalegur og útihátíð landsins, Kóp. hann er mjög spenntur fyrir þessum NATO-fundi og svolítið gaman og vinkonans Þórdís Kolbrún sem hann var að tala á áðan sko, og hún segið þetta og eitthvað og þá er þetta náttúrulega sko, takt eftir í hvernig Svíarnir og Finnarnir sparnaðir, þeir koma saman og þóttu sko, eru grænir og þetta er svona, já, þú veist það er mikil svona meðbyr með NATO-fundunum á fréttastofu 2, allt gott og vel, ég get alveg skilið þá svona tilfinningu, það er svona, það eru margir sem telja að NATO sé hreinlega bara stórkostlegt varnarbandalag sem að hafi aldrei gert neitt nema verja gott fólk frá illum öflum en ef að sagan er skoðuð betur og sérstaklega bara núna síðustu 2 ára þá er alltaf komið mjög bersýnilega í ljós að það er eitthvað allt annað á teningnum og þetta NATO er ekkit annað en hergagna maskína sem að gerir í því að sannfæra með áróðri kjósendur og íbúa vestrænna NATO ríkja að þau þurfa alltaf meiri pening og þeir vilja viðhalda stríðum en ekki stöðu þau og svo framvegis en það er önnur saga, gott og vel Heimir Már hann er ekki ennþá búin að éta rauðu pilluna og átta sig á því en síðan fer hann að tala Joe Biden vinsinn og Heimir Már svo mikil demokrati að það bara einhvern veginn hann gæti ekki leynt í þó hann reyndi það og hann fer beri bætiflokka fyrir sko og raun og veru kappræðar þann daginn sko þar var hann náttúrulega að glíma við flugþreytu, jetlag og kvef en núna er hann á sviðinu og nú kemur ljós sko, og maður sér alveg svona að fréttamaðurinn hann er að vonast til þess að Joe Biden muni sko sína það núna á NATO-fundunum hann er kallinn og bendir á að við skulum ekki gleyma því að Joe Biden hafi glímt við sko stam frá barsaldri og það sé ekkert skrítið og hann sé smá þreyttur og hann stamið þá eitthvað og bara alveg eins og hann sé hafi ekkert fylgst með bara síðustu 4 árum þar sem að Joe Biden hefur verið sko á mörkum sko við heljar þröm bara á þú veist bara mjög nauðsynlegur þurft mjög að halda sko sjúkra vistun sko sem gamalmenni en hann hefur eins og hann Heimir Már hafi eingöngu séð útsendingar CNN sem að kliftar eru til og veist, það er ekkert sem hann þetta lið horfi bara CNN það lætur bara mata sig það sem demokrataflokkurinn mataði á með alveg bara og það er svona fyrir hann að tala það sko að það sé bara skiljanlegt að hann getur verið smá þreyttur og síðan þegar talið berst að Trump þá er ekkert að skafa að því sko heldur hreinlega það er bara Trump er bara hálfviti og það sé þá betra að hafa gamla mann sem veit hvað hann er að gera heldur gamla mann sem er algjör hálfviti og nú í fyrsta lagi þetta náttúrulega þá veit ég að Heimir Már veit betur að hann á ekki að láta skína í þetta sama hver skoðun hans er á þessum vettvangi þar sem hann stendur í setti sko kvöldfréttatíma Stöðvar 2 það er afar ófaglegt og kemur ekki vel út fyrir fréttastofuna alla það verður bara að segjast eins og fyrir utan það að þetta eru bara rangar fulleringar þetta er bara eins og að vera að standa og vera eitthvað bara við höfum alltaf að fara að fá sprautur COVID eitthvað svona að því að staðrindin er svo að Trump er málaður upp sem algjör hálfviti hann er þó sko það er ekkert í stefnu Trump sem að er einhver hálfvita sko taktík það er ekkert þegar fólk skoðar stefnu Trump þá er hún bara mjög svona hvað ég segja svona heilbrigð skynsum ég meina Heimir Már er náttúrulega Heimir Már hefur sko haft veg og vanda af Gay Pride hann var fyrsti framkvæmdastjóri Gay Pride og stýrði því í 10 ár frá fyrsta Gay Prideinu sko þegar Gay Pride var verulega mikilvægt Donald Trump hefur alltaf verið stuðningsmaður sem sagt samkynhneigðra eða hjónabanda samkynhneigðra á meðan að Joe Biden hann var alltaf á móti þangað til bara að hann var varaforseti hjá Obama hann var meira þess að tala það
fyrir kosningar hans og Obama. Þannig að við vitum alveg að Joe Biden í grunninn á móti, hann bara breytti sko hvað hann segir opinberlega. Þetta kallast populism eða ekki? Jú, þetta heitir lýðskrum og sem að Íslendingar þýða populism og oft yfir lýðskrum, þetta er einhver miskilningur sem það er. En það sko það er sem sagt þannig að Joe Biden hefur margsinnis verið staðinn á því að tala gegn réttindum samkynhneigðra gegnum tíðina. Donald Trump hefur aldrei gert það. Donald Trump hefur síðan lýst yfir að hann styðji fóstureyðingar, eða réttin til fóstureyðinga upp að 15. viku. Sem að núna fólk í dag finnst ekki nóg. Það er bara hægri öfgamennska. Þú ætti bara að styðja til alla 9 mánuðina, fóstureyðingu, og ef þú gerir það ekki, að segja 15. viku, þá ertu bara ógeðslegur fasisti. Já, mér stætti að vera sko alveg upp að barnið er orðið 2 ára sko. Já. Það hafi verið alveg 2 ára eftir að fæðist til ákveðið sko. Einmitt, af því að við vitum að fyrstu árin geta verið mjög erfið. Ja, hann verður alltaf erfiður þessi, bara off. En ég meina, þú veist, Heimir sýnir bara að hann hefur einhvern veginn algjörlega gleypt allan áróðurinn hráan. Já. Og það er svo vont fyrir fréttastofu sem að hefur fullt af áhorfundum einhvern veginn að ef að eru, þó að sé ekki nefnum bara hluti áhorfunda sem átt að segja að þarna fréttamaður sem hefur gleypt allan áróðurinn, hann kann ekki að beita gagnrýnni hugsun og nálgast málin sko með gagnrýnni hugsun, að þá einhvern veginn bara dettur botninn alveg úr þessu. Já, og líka hvað ég var til að sjá bara hvað Trump gerði þegar hann var fórseti, sem er svona þú veist, ívúl hálfviti eða hann fór til að byrja engin í stríð, það er eitthvað sem er ekki gerst bara forever. Þú veist, þannig að ég veit ekki, þú veist, ok, hann er ruddalegur í tali, það er basically eina, þú veist, hann er óheflaður þegar hann er að tala og svo vil ég að nota gegn honum eitthvað, þú veist, já, hann svaf hjá vændiskonu eitthvað, þú veist, sem er algjörlega ósannað og að einhver kona sem að Trump segist aldrei að hafa hitt sko, sé búin að og hún hefur sko verið algjörlega margsaga og það er alveg skjálfest í fjölmiðlum og hún er eitthvað crazy þessi kona sko. Já, ég man ekki betur en bara ykkur fyrir fórseti demókrata hafi bara látið sjúan inn í Oval Office að hvað var ekki gott ef ekki. Já, og hann var ekkert það var ekkert eitthvað, þú veist. En þetta er magnað og þetta er sko, svo sá ég reyndar að sko, náttúrulega svo fer Joe Biden á sviðið og auðvitað sem við vitum allir sem hafa fylgst með Joe Biden eitthvað síðust árum að hann er ekkert að fara að breytast, þó vissulega er hann bara að lesa teleprompter opnunarræðuna á NATO-þinginu og það tókst svona ágætlega, en leið og hann byrjar eitthvað að tala og þarf að mynda eigin setningar og þá getur það ekki, hann hefur ekki getað það í mörg ár og hann var ég ekki með klippuna af þessum hann er að kynna Zelensky var ekki, hún er þarna. Hlustum á þetta, hann er að kynna Zelensky Úkraínuforseta á sviðið. And now I want to hand it over to the president of Ukraine who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. Þetta er ekki AI deepfake neitt sko. og Heimir Már var að bíða eftir að Joe Biden myndi koma að og sanna að hann væri með þetta allt undir kontról sko. Það fór ekki betur en svo og síðan sá ég að Einar Kárason sem er nú samfylkingarmaður líka eins og Heimir Már hann skrifaði President Putin, Roosevelt var gamall en hann hefði aldrei kynnt Churchill sem Hitler og það er ekki allir nógu sáttir í þetta, meðal annars Heimir Már sem skrifaði fréttamenn heimsins að missa þvag yfir því að Joe Biden mismælir sig og kallaði Zelensky Putin. Hvaða rugl er þetta? Það geta allir mismælt sig. Sérstaklega þegar þeir eru á fundi með fjölda manns þar sem annarkvert mælt orð er Putin. Þetta er ekkert bara eitthvað smá mistök, þú veist. Nei. Þetta er bara basically það sem Einar Kárason er að segja, þú veist. Þetta er eins og Roosevelt hefði kynnt Churchill sem Hitler. En það er sko það sem mér finnst áhugaverður í þessu er hvernig Heimir Már sem er bara fréttamaður, blaðamaður að hann er sko bæði ekki bara í útsendingu Stöðvar 2 að afhjúpa sig sem stuðningsaðili annars frambjóðandans, heldur svo er hann í kommentakerfum
að berjast fyrir Joe Biden Fróðufellandi og skrifa þetta langan pistil næst sko. Við vitum minnstu mismæli Churchills hins vegar vitum við að fárveikur maður í hjólastól leiddi Bandaríkjamenn út úr kreppinu og síðar heiminn til sigurs gegn fasistum í seinni heimsstyrjaldinni og þjónaði embætti í rúm 3 kjörtímabil. Þá kaus bandaríska þjóðin að trúa því að forsetinn gæti víst gengið. En nú trúir hálf bandaríska þjóðin að kynferðisbrotamaður, margsannaður legari, kennitöluflakkari, ruddi, klíniskur síkópati, narsisisti og landrámaður sé nánast í frelsarinn endurborin. Má ég biðja Biden í 4 ári í viðbót og hvetja hann áfram enda einstaklega hæfur og reynslumikill. Hann er reynslumikill, það er ekki spurning. Hann er búin að vera í 60 ári í Washington. En hann er ekki hæfur. Hann er líka með ákvæðlega frambærilegan varaforseta sem veldur embættinu. Við vitum aldrei hvaða misindisklaufa Donald Suck velur. Þetta er mjög málefnarlegar og hlutlaus fréttamaður. Já, þetta er magnað eiginlega að sjá. Já, hvað er hann að líka því saman að vera sko fatlaður og elliðaðir? Já, einmitt. Eins og, þú veist, Akkurat. þú getur verið alveg fúli 5 í höfðinu, þú ert í hjólastól, sko. Algjörlega, og það eru mikilvægur að vera með hausinn í lagi heldur en lappirnar. Svo kemur hann inn á sko að sem er ákaflega frambærilegan varaforseta sem veldur embættinu. Það er eiginlega mesta stefna sem að segja sko. Aftur hefur hann ekkert verið að fylgjast með. Það er kona sem var eingöngu valin varaforseti af því hún er fyrsta lagi kona og öðru lagi hún er að hluta til svört og það hefur margsinnis komið líka fram að hún er algjörlega hvað ég segja bara hefur ekkert fram að færa í þetta embætti. Ég ætla að passa mig að segja ekki of því ég er að gaggrina heimi mál fyrir að láta út úr sér of svona lýsandi orð en þá er sko, ég meina Kamala Harris erum við myndband, það er leiðilegt hvað er hátt suð yfir þessu myndbandi, ég byrði ykkur afsökunar á því en þetta er nú bara svona má klippa visku Kamalu Harris. It is time for us to do what we have been doing, and that time is every day. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you. To see what can be, unburdened by what has been. What can be, unburdened by what has been. To see what can be, unburdened by what has been. Talking about the significance of the passage of time, right? The significance of the passage of time. So when you think about it, there is great significance to the passage of time. Okay, so do the salt and pepper all over, just lather that baby up, right? And then get a nice big bottle of cheap white wine to baste with butter. Yes, hi. And as always, Wakanda forever. Já. It is. Wow. Já, hún er mjög frambærilegur. Unburden of what has been. Hvað er það að segja? Talar einhverjum frösum sem að hún er samfærið að eiga eftir að hljóma alveg óbúslega viskulega. Ég sá superklippa þessu Unburden of what has been, þar sem hún segir þetta sko, þetta er yfir 100 skipti á mismunandi stöðum. Þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað sem bara fólk á eftir að muna eftir mér fyrir að hafa sagt þessa línu, þetta er bara meikar enga sens. Þetta er bara einhver hringavillisa, algjör ræpa. En þetta var svona áhugavert og afhjúpandi en